Við vorum mjög sammála það að við vildum ala börnin okkur upp út á landi. Það sem gott við það að ala upp börn í Húnaþingi vestra akkúrat nálægðin, kannski við samfélagið. Þú þekkir næsta mann, nágrannann, svo vel. Fólki í kringum sig. Það verður rosalega svona, finnst mér, persónulegra. Svo ertu alveg laus við borgarstressið. Já. Það svona, mér finnst það vera mjög mikill kostur. Bara rólegheitin, að labba í vinnunni og sérstaklega inn á Hvammstanga. Það einhvern veginn stutt í allt. Leikskólinn náttúrulega frábær. Já. Og skólinn geggjaður líka. Sko það sem einkennir samfélagið, það myndi ég segja jákvæðni. Samheldnin. Ef einhver að hugsa að flytja í Húnaþings vestra. Bara kýla á það. Fara í minni stress og meiri rólegheit út á landi. Hætta að hugsa það. Já. Og gera það. Oft þegar maður á þetta samtal við einhvern í bænum þá kemur mjög oft svarið sko að við höfum alveg hugsað það einhvern veginn í þá átt. Oft það atvinnumöguleikar eða eitthvað svoleiðis að þau eru hrædd að fá ekki vinnu en það kannski ekkert endilega staða. Það heilsugæsla hérna og það búð. Það eiginlega allt til alls. Já, það allt til alls. Öll þjónusta, svona grunnþjónusta á svæðinu. Tómstundirnar fyrir krakkana. Minn gutti var nú bara að prófa hestafimleika í fyrsta skipti sem ég hafði aldrei heyrt áður. Nei. Og þú veist þetta basic karfa og fótbolti og íþróttaskóli og svo tónlistarskólinn líka. Hann mjög góður. Alveg mjög flottur.